Góðan daginn. Byggum velkomin til fundar. Steinþór Pálsson heiti ég og formaður stjórnar Isavia. Aðalfundur árið 2026 hér með hafinn, sett þennan fund og vil byrja á því að gera tillögu og Erna Hjaltested verði fundastjóri og Andri Freyr Stefánsson riti fundagerð. Nú ef ekki eru neina athugasemdir við það, þá bið ég bara Ernu að taka við stjórn fundarins. Góði fundamenn, takk fyrir þetta Steinþór. Ég legg til að við snúum okkur þá bara að aðalfundastörfum og ég vil byrja á að staðfesta lögmæti fundarins en boðað var til hans með tölvupósti til hluthafa 12. mars síðastliðinn og í fundarboði fylgdi dagskrá fundarins í samræmi við 8. grein samþykkta félagsins. Fulltrúum fjölmiðla og alþingismönnum hefur verið boðað fundin í samræmi við samþykktirnar og fundinum jafnframt streymt. Samþykkt félagsins gerir ráð fyrir að fyrirspurnir séu lagðar fram skriflega fyrir aðalfund en engar fyrirspurnir bárust fyrir þennan fund. Fulltrúi hluthafa samkvæmt umboði Steinunn Sigvaldardóttir frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu en hún hefur fullt umboð til að sitja fundin og fara með atkvæði hluthafans á fundinum. Gerir fulltrúi hlutafans einhverjar athugasemdir við boðun fundarins? Engar athugasemdir koma fram og því úrskurðað að fundurinn sé lögmætur. Og þá göngum við til dagskrár sem hér uppi á skjá og næst á dagskrá skýrsla stjórnar. Steinþór Pálsson, stjórnarformaður Isavia, fær orðið, gjörðu svo vel. Fundastjóri, fulltrúi hluthafa og aðrir góði fundamenn. Ég flyt nú skýrslu stjórnar Isavia en forstjóri félagsins Sveinbjörn Indriðason muni framhaldi fjalla nánar uppgjör og starfsemi síðast árs. Á árinu 2025 var skerpt á stefnu Isavia. Framtíðarsýn félagsins að tengja heiminn í gegnum Ísland og tilgangurinn að leiða flugvallasamfélag sem eykur lífsgæði og velsæld á Íslandi. Skýr stefna og markmið sem starfsfólk getur fylgt sér á bakvið lykillinn að árangri til lengri tíma. Þegar litið til lykil talna í rekstri og efnaði félagsins hægt að segja að árangur hafi verið viðunandi í krefjandi rekstrarumhverfi. Rekstrarhagnaði fyrir afskriftir jókst 14% milli ára, var 12,2 milljarða króna samanborið við 10,7 milljarða árið áður. Neikvæð gengisþróun langtímalána í erlendri mynt undir lok árs gerði það þó að verkum að hagnaði dróst saman milli ára. Fjárhagsstaða Isavia sterk. Eiginfjárhlutfall í lok árs var 43,4% og jókst hlutfall lítillega milli ára. Isavia hefur sett sér metnaðarfull markmið arðsemi, fjárhagslegan styrk og arðgreiðslur. Arðsemin á síðasta ári var undir því markmiði og áherslan lögð á að ná viðunandi arðsemi á næstu árum og vera þannig í færi til að hefja arðgreiðslur með sjálfbærum hætti. Stjórn leggur ekki til arðgreiðslur að þessu sinni. Rökin fyrir því óvissa til skamms tíma alþjóðlega og meðal annars tengt því ekki að vænta mikillar arðsemi á allra næstu árum, auk þess sem fara þarf í fjárfestingar á allra næstu árum og að teknu tillit til fjárhagslegra skilyrða lánveitenda var þetta niðurstaðan. En verkefnin og markminu eru fleiri en arðgreiðslur og arðsemi eins og fram kemur í lögum í félagið og í eigendastefnum sem og þeim 5 megin stóðum sem settar fram í stefnu félagsins en þær eru viðskiptavinnun í fyrrúmi. Í viðskiptum þarf að huga að og mæta sívaxandi kröfum viðskiptavina. Það er árangurstrifin liðseld í öðru lagi. Fólkið okkar drífur þetta allt saman áfram. Við viljum setjum sjálfbærni í öndvegi, við setjum flugöryggi og vernd í forgang og viljum sjá arðbæran vöxt. Þetta tengist svo allt saman
og grunnur að velgengni félagsins í samræmi við sín og tilgang. Góðir fundargestir, rekstur og uppbygging flugvalla og tengdra þjónustu krefst ávallt langtíma hugsunar. Rekstrarumhverfi getur þó verið sveiflukennt frá ári til árs eins og reynslan hefur sýnt. Síðasta ár var þar engin undantekning. Breytingar og þróun á alþjóðlegum mörkuðum og í starfsemi flugfélaga, þar á meðal gjaldþrot Play, höfðu áhrif á farþegafjölda og minna okkur á að starfsemi flugvalla er verulega háð ytri aðstæðum. Þegar horft er til lengri tíma er þó ljóst að undirliggjandi þróun bendir áfram til vaxtar í flugi. Öfluga flugtengingar skipta sköpum fyrir Ísland vegna landfræðilega stöðu landsins og dreifðra byggða. Þær tengja þjóðina við umheiminn, styðja við samgöngur innanlands og auðvelda fólki og fyrirtækjum að ferðast og starfa. Jafnframt eru þær mikilvægi grunnu fyrir atvinnulíf, þar á meðal ferðaþjónustu og stuðla að auknum menningarskiptum. Með þessum hætti styðja góða flugsamgöngur bæði almennra efnahagslega þróun og lífsgæði all land. Sterk fylgni er á milli fjölda áfangastaða og hagvaxtar. Eins og komið var að hér að framan hefur arðsemi félagsins á undanförnum árum ekki verið samræmi við markmið og því er mikilvægt að styrkja rekstrargrundvöll þess til framtíðar. Tækjafærin eru umtalsverð. Sérstæða landsins, náttúra og menning, staðsetning miðju Atlantshafi og vaxandi eftirspurn eftir flugi yfir hafið ásamt nýjum langdrægum flugvélum skapa góðan grunn fyrir áframhaldandi þróun. Til að nýta þessi tækifæri þarf að ráðast í markvissar og framsýnar fjárfestingar sem bæta þjónustu, auka afkastagetu og styrkja rekstrargrunn félagsins. Með því skapast forsendur að því að auka virði félagsins til lengri tíma, bæta arðsemi og gera því kleift að skila arði í framtíð. Að því er unnið. Ég vil þakka stjórn, starfsfólki og samstarfsfyrirtækjum fyrir gott samstarf á liðnu ári og viðskiptavinnum fyrir traustið. Með sameiginlegu átaki, skýrri sýn og ábyrgri uppbyggingu mun Isavia halda áfram að tengja heiminn í gegnum Ísland og skapa verðmæti fyrir Íslands samfélag til framtíðar. Saman náum við árangri. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Steinþór. Eru einhverja athugasemdir við skýrslu stjórnar af hálfu hluthafans? Já, þú er svo spennt yfir næsta lið. Engar athugasemdir eða? Nei, takk fyrir kærlega. Við ætlum þá að halda áfram með dagskrána og næst ætlum við að taka 2 lið í einu. Það er uppfærð stefnuframsetning og uppbygging á Keflavíkurflugvelli. Sveinbjörn Indriðason forstjóri félagsins ætlar að fara yfir þetta. Gjörðu svo vel, Sveinbjörn. Já, takk fyrir það. Kæri hluthafi og aðrir góðu gestir. Vildi nota tækifærið á þessum aðalfundi að fara örsnögt yfir uppfæra stefnuframsetningu hjá okkur. Við erum ekki að breyta neinu í stefnunni í einhverju megin þáttum en við erum aðeins að einfalda framsetninguna til þess að gera okkar starfsfólki auðveldara með að samsvara sig með stefnunni og fylgja sér á bak við hana. Fyrst er það menningarsáttmálinn okkar. Menningarsáttmálinn okkar, hann er ígildi þessara gilda sem að fyrirtæki setja sér, sem eiga að vera leiðbeinandi í hegðun og hugsun. Þetta er sáttmáli sem að við bjuggum til árið 2021 þegar við hófum menningarvegferðina okkar og hann hefur svo sannarlega staðist tímans tönn og við leitum mjög reglulega í þennan menningarsáttmála svona þegar við erum að minna okkur á það hvað við stöndum fyrir í okkar rekstri. Nú stefnur hringurinn okkar, hann lítur svona út í miðjunni að þá erum við með framtíðarsýnin okkar sem er að við tengjum heiminn í gegnum Ísland. Þetta eru stór orð, við erum núna að tengja Evrópu við Norður-Ameríku. Við sjáum fyrir okkur mikil tækifæri að bæta við heimsálum. Teljum að það sé ekki langt í það að Asía bætist í hópinn. Þannig að þetta er síður en svo of stór framtíðarsýn en hún er mjög gerleg, teljum við. Nú tilgangurinn okkar, hann er töluvert stærri heldur en að reka flugvelli. Og ég ætti kannski að gleymdu nú að ítreka það í byrjun að þetta
Þetta er sem stefnuhringur móðurfélags Isavia sem fer með rekstur Keflavíkurflugvallar og tilgangurinn okkar að hann er töluvert stærri heldur en að reka bara Keflavíkurflugvöll. Við erum í raun og vera að leiða þetta flugvallarsamfélag á Keflavíkurflugvelli og það er flugvallarsamfélagið sem eykur lífsgæði og velsæld á Íslandi. Flugvallarsamfélagið er drifkraftur sem sagt á bakvið flug til og frá Íslandi og Ísland og það er allt flugvallarsamfélagið sem er sá drifkraftur og tengingin við lífsgæði og velsæld á Íslandi snýr að því að við erum að reka tengistöð sem býr til flugtengingar og skilir sig þannig með beinum hætti inn í hagvöxt á Íslandi. Nú, þar inni koma svo stefnu áherslurnar. Það eru fyrsta áherslan að við setjum viðskiptavinni fyrir rúmi. Þar erum við að veita flugfélögum skilvirka þjónustu og farþegum einstaka upplifun. Þarna erum við raun og vera að segja að við séum með 2 viðskiptavinni. Við erum annars vegar með flugfarþegan og hins vegar flugfélögin. Þau þurfa á svona annars konar eða svona ólíkri þjónustu að halda. Flugfélögin þurfa á skilvirkri þjónustu að halda. Við þurfum að halda notendagjalds flugvallarins samkeppnishæfri og flugvélar þurfa að koma og geta farið á réttum tíma. En þegar kemur að farþegunum þá erum við að passa upp á það að þau upplifi eða njóti einstakra upplifunar á Keflavíkurflugvelli. Við erum í viðskiptasambandum við fjölmarga aðra aðila en við lítum á þau sem annars vegar samstarfsaðila og hins vegar viðskiptafélaga. Þar sem við erum með sameiginlega hagsmuni að sinna þessum 2 viðskiptavinum sem fara flugvellin. Árangursdrifin liðseild, eins og stjórnarformaður nefndi áðan að saman náum við árangri og þar sem við erum að leggja áherslu á það að við erum að byggja upp öfluga liðseild. Við byggjum liðseildina okkur á trausti og trausti sem ég er að tala um þetta er ekki bara það að við treystum hverju öðru til þess að vera fagleg okkur störfum, að við treystum hverju öðru fyrir því að við séum að vera svolítið mannlegi í okkar samskiptum, að við séum ekki að dæma hvort annað, að við séum ekki að reyna að sigra hvort annað á kostnað hvors annars, að við séum raun að vera að standa við bakið á hverju öðru sem manneskjur og þannig náum við árangri og endanum þá erum við alltaf að reyna á árangri. Arðbær vöxtur, við þurfum að vera arðbær og við þurfum að geta rekið þennan Keflavíkurflugvöll með hagnaði, öðruvísi getum við ekki staðið undir þeirri uppbyggingu sem er nauðsynleg og það sem við höfum sett á meira áherslu núna það er vöxturinn. Okkar módel sýna það einfallega með við núverandi fjölda farþega að þá erum við ekkert að ná þeirri arðsemi sem stefnt er að og fórum að koma aðeins inn á í sínu erindi áðan. Við sjáum fyrir okkur að við munum þurfa að vaxa og við munum þurfa að gera það sem við getum til þess að styðja við vöxt flugfélagana sem fljúga til frá Keflavíkurflugvelli og það ætlum við okkur að gera. Sjálfbærni, við setjum hann í öndvegi. Þetta er ekki bara það að við þurfum að vera sjálfbær í ljósi þess að við erum stórt og öflugt fyrirtæki. Við viljum vera sjálfbær, við viljum sýna ábyrgð þegar kemur að sjálfbærni og skila tilbaka til samfélagsins og við leggjum töluverða mikla áherslu á sjálfbærni okkar störfum. Á sama tíma þá erum við ábyrg í okkar sjálfbærninálgun. Við þekkjum það að sjálfbærni og fjárhagslega arðsemi fer ekki alltaf sérstaklega vel saman en það er bara eðlilegt og það er eitthvað sem við bara búum við og við þurfum að stíga þá öldu bara af skynsemi sem við gerum. Að lokum þá er að flugöryggi og vernd, við setjum það bara í forgang. Og eins og við sjáum þessari mynd að þá eru svona stefnuhringur og þessi hugtök sem við erum að nota þeim er ætlað að búa til hughrif. Við setjum viðskiptavinni fyrirrúm, notum hugtaki öndvið þegar kemur sjálfbærni en þegar kemur að flugöryggi þá er það bara í forgangi. Og það er ekkert gefin einn afsláttur á því, það er reka flugvelli þýðir það að við þurfum að setja flugöryggi í öndvið í forgang og það kemur bara svolítið punktur á bak við það. En til viðbótar þá segjum við séum drifkraftur öryggis þannig að við viljum líka skila okkar reynslu og þekkingu til flugvallarsamfélagsins og við getum öll skilað okkar flugfélögum og flugfarþegum á leiðarenda á öruggan hátt. Nú þetta var seinasta glæran í uppfærði stefnuframsetningu og ég stekk þá bara í næsta lið sem er þá uppbygging á Keflavíkurflugvelli. Í dag þá erum við að sjá fyrir okkur svona markastækifæri framundan sem að við höfum í sjálfu sér ekkert endilega séð svona skýrt í þessa. En til að byrja með þá langar mig til að setja aðeins farþega forsendurnar okkar í samhengi. Árið 2015 þá fórum við í það að gera þróunaráætlun fyrir Keflavíkurflugvöll. Í þeirri vinnu þá setjum við fram farþega forsendur og þessar farþega forsendur voru setta fram með þeim hætti að við skoðuðum áætlaðan hagvöxt, kaupmátt, vorum að skoða langtíma farþegaspár frá flugframleiðendunum stóru, þannig að við vorum að nota mikið af svona ytra hagstærðum en minna af svona einhverjum skoðunum það hvort eitthvað flugfélag væri að fara að vaxa umfram annað.
og þá var til þessi farþegaforsenda sem ljósblá lína sem liggur gegnum þessa glæru. Það sem gerist síðan í okkar rekstri, og við búum við mjög sveiflukendu umhverfi í flugrekstri, að strax eftir við gáum út þessar farþegaforsendur að þá jókst frambúð á flugsætum verulega mikið til og frá Keflavíkurflugvelli. Við vorum með 2 innlend flugfélög sem kepptust mjög það að koma farþegum til og frá Íslandi og Ísland, sem gerði það verkum við fórum langt umfram farþegaforsendur í þróunaráætluninni strax árið 2018. Þessi vöxtur var einhverju leyti ósjálfbær, hann var of hraður, það var verið að keppa á verðum sem stóðu ekki undir rekstri þessara beggja félaga og svo fór á annað félagið hætti rekstri, þannig að það gerðist árið 2019, þannig að árið 2019 þá fer farþegum fækkandi aftur. Það sem áhugavert þegar maður horfir tilbaka 2019 að þá vorum við að gera ráð fyrir því að árið 2020 myndi lenda á þessari línu sem var búin til þegar við gerum þróunaráætlunina. Þannig að þetta var þá fyrsta vísbending það að þarna væri einhvers konar jafnvægi sem við værum að horfa til. Svo náttúrulega kemur heimsfaraldurinn og aftur það kemur einhver ytri svipa sem við ráðum ekkert við og hún hafði töluvert mikil áhrif á okkar rekstur eins og bara annarra fyrirtæki í heiminum, þannig að við förum langt undir línuna. Það sem gerir síðan það að þegar við komum út úr heimsfaraldrinum, að við vöxum til að hratt út úr honum, þegar kemst jafnvægi á reksturinn, að þá sjáum við að við erum aftur farin að nálgast þessa línu sem að byggir aftur á svona ytri hagstærðum en ekki bara á einhverjum svona framboðshreyfingum flugfélaga. Og þarna árið 2024 að þá gerum við ráð fyrir því að við værum aftur að fara inn á línuna. Það sem gerist þá enn og aftur og þá verðum við fyrir ytri áhrifum vegna þess að Play fór að draga úr sínum umsvifum. Play var komið þarna í fjárhagsvandræði og dregur úr sínum umsvifum, hætti rekstri þarna á seinnipartið síðast árs og þá myndast aftur þetta gat milli þessara línu og þá farþegaforsenda sem við erum að vinna með í dag og þetta gat að það mattsar svo til að stóra leyti þann fjölda farþega sem Play flutti árið 2024 sem var 1,6 milljón farþega. Þannig að þarna erum við búin að sjá nokkra vísbendingar í gríðarlega ólíkar ytri aðstæður þar sem að við leitum í þetta jafnvægi þar sem þessi lína sem var til 2015 gefur til kynna. Það sem við gerum líka árið 2024 að þá fórum við aftur í þessa vinnu af því við vildum vita hvort að þessi farþegalína sem var til í þróunaráætluninni, hvort að hún stæðist í raun og veru ennþá, hvort að hefði eitthvað breyst bara eftir heimsfaraldur eitthvað slíkt og við notum sem aðferðafræði og niðurstaðan þessi dökkblá lína sem rétt fyrir ofan að við sjáum að við erum ennþá að horfa bara á svipaðar slóðir, þannig að það gefur enn sterkari vísbendingu það að þegar við erum að horfa til löngu framtíðarinnar að þá þetta þær farþegaforsendur sem að við erum þá að horfa til í okkar uppbyggingaráformi. Þannig að það er svo mikilvægt núna að við áttum okkur því allir okkar umfjöllun að þegar við erum að byggja upp Keflavíkurflugvöll þá erum við að horfa til lengri framtíðar. Við erum að horfa til næstu, það tekur kannski 2 ár að hanna byggingu, það tekur 5-7 ár að byggja hana, þannig að það getur tekið 10 ár að koma ákastum eða þjónustugæðum í vinnslu á flugvöllunum. Þess vegna svo mikilvægt að við séum að horfa til þessa lengri tíma en þegar kemur að þessum skammtímasveiflum þá nýtum við þær til að bregðast við rekstrinum. Þannig að mér langaði svona til að sýna ykkur raun og veru að þetta það sem við erum að horfa til í okkar uppbyggingar áformum. Nú mér langaði bara aðeins til að sýna ykkur dæmi það, hvernig sveiflur í farþegaforsentum, hvað það getur verið að gerast hratt. Og hér sjáum við raun og veru þessa ljósbláu línu. Þetta var í byrjun síðasta árs, að þá vorum við að horfa á þetta sem okkar farþegaforsendu til ársins 2035. Og þetta var áður en að Play fyrir að draga úr sínum umsvifum. Og þessi lína, hún ekkert langt frá þessari upphaflegu línu sem við köllum eftirspurnarlínun í dag. Svo dregur Play úr sínum umsvifum, þá verður til þessi lína í miðjunni og svo fellur Play og þá verður til þessi lína sem næst. Þarna munar 1,5 milljón farþega sem þessi lína að sveiflast og þetta gerist á innan við 1 ári. Og þetta ytri aðstæður sem við stundum lendum í, en við þurfum að geta horft aðeins í gegnum þetta, við þurfum alltaf að gæta fjárhagslegum styrk félagsins, svo við getum einhvern veginn horft í gegnum þessar sveiflur, en á sama tíma haldið áfram að byggja upp flugvöllinn til framtíðar. Þannig að þetta í raun og veru markaðstækifæri sem við erum að horfa til, að það þessi bláa lína uppi, að þetta í raun og veru eftirspurnin sem við sjáum að sé til staðar úti eftir flugi til og frá og Keflavíkurflugvöll, en það töluvert meira heldur en núverandi sætaframboðið stendur undir. Á sama tíma okkar stærsti viðskiptavinur Icelandair búin að gefa það út að þau hyggjast núna á komandi misserum einbeita sér meira því að ná arðsemi í sínum rekstri frekar heldur en að vaxa. Þannig að allt þetta hafa áhrif á
sem sagt þessi næstu 1, 2, 3, 4 árin. En við erum þess fullvissa að árið 2035 að þá verðum við komin í eftirspurnina að því að markaðurinn að hann hefur sýnt það til þessa að hann leitar jafnvægis í eftirspurninni eftir flugi til og frá Íslandi. Þannig að það sem við ætlum að gera núna og ég kem að sinna þið betur eftir að við erum að nýta tækifæri núna þá til þess að bæta þjónustugæði flugstöðinni og skilvirkni flugbátakerfisins. Okkar uppbyggingar áform byggja þá raun og veru á þessum farþegaforsendum sem við sjáum á þessari glæru. Að það þessi punktalína sem liggur hérna frá því sem ég kalla stöðnunarlína hérna upp í það að við séum búin að ná eftirspurnin árið 2035. Og ég get alveg deiltið með ykkur hér og nú að ég persónulega hef trú á því að við munum fara hraðar upp í bláu línuna en við höfum tamið okkur það í okkar áætlun að gera það vera varkár og vera ekki ætla okkur og mikið í okkar áætlunum. Nú, við byggjum á mjög góðum grunni. Á þessu ári þá erum við með 60 áfangastaði í Evrópu og við erum með 23 áfangastaði í Norður-Ameríku. Og þetta gríðarlega mikill fjöldi í raun og veru flugtenginga, sérstaklega með við smæð í raun og veru íslenska markaðarins. Þegar við horfum til Evrópu þá sjáum við að sá markaður, það ekki rosalega mikið eftir þar að nýjum tækifærum, en Evrópumarkaðurinn hann ofboðslega sterkur. Hann hefur til þess og við sjáum fyrir okkur að hann muni halda áfram að skila bara mjög svona stöðugum fjölda gesta til Íslands og Ísland. Þegar aftur á móti kemur að Norður-Ameríku að þá sjáum við það með þá flugdrægni sem í núverandi flugvélum sem fara Keflavíkurflugvöll að þá vesturströnd Ameríku að þá hún svolítið langt í burtu. En á sama tíma það sem að gerast að þá að koma ný flugvélatækni, það að koma til leiks nýjar langdrægar Airbus-vélar, Airbus 321 XLR og þær vélar draga frá Keflavíkurflugvelli inn á vesturströndina. Og þetta eru vélar sem til dæmis Icelandair þegar búin að panta í sinn rekstur og samkvæmt áætlun og þá munum við fá fyrstu vélina til sín árið 2029. Þetta séu 13 vélar sem að búið að kaupa og þau hafa kauprétt af öðrum 12. Þannig að Icelandair búið að tryggja sér þessar vélar. Þannig að raun og veru langaði mig til að rétta þessa sýningu þessa mynd. Að þetta raun og veru það sem að gerist leið og þessar langdrægu vélar fara að fljúa Keflavíkurflugvöll og þetta eru langdrægar svo kallar mjóþotur. Þetta eru svo þotur sem eru bara með 1 gang og það eru miklu hagkvæmari rekstur heldur en breiðþoturnar og þessi mynd sýnir að það opnast aðgangur í beinu flugi á mjóþotum til þessa marka sem við sjáum til vinstri. Þannig að þetta eru borgir og nærsvæði þeirra í kringum þessa flugvelli sem hér eru listaðar upp. Þetta eru átti 50 milljónir mann sem búa þarna. Og því til viðbótar, ef við horfum að efri myndirinn til hægri, að við horfum á Kaupmannahafnarflugvöll sem annar stór tengiflugvöllur í Evrópu, að þessar mjóþotur að þær draga bara að þessari dökkulínu. Sömu sögur að segja frá Dublinarflugvölli, þær draga bara að þessari dökkulínu. Þannig að við erum eini tengiflugvöllurinn bara í Evrópu sem að getur boðið upp á það að það sé hægt að fljúga í beinu flugi á mjóþotum beint á þessa stóru og mikilvæga áfangastaða vesturströndinni. Og þetta það sem ég að tala þegar við erum að sjá fyrir okkur þetta mikla og stóra markastækifæri og við sem tengiflugvöllur á Íslandi að við sjáum bara gríðarlega mikil tækifæri því að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að liðka fyrir því að þetta verði að veruleika og verði raunverulegt tækifæri þegar þar að kemur. Nú mér langar líka aðeins til að sýna ykkur aðeins til að styðja við það sem að stjórnarformaður kom inn á í sínu erindi. Fjöldi áfangastaða flugtengingar að það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi. Þannig að við að Ganni tókum bara þá fjölda áfangastaða sem hefur verið til og frá Keflavíkurflugvelli frá 2010, setjum saman við það hagvöxt á Íslandi og hér ef við tökum saman breytingu í fjölda áfangastaða til og frá Keflavíkurflugvelli og þá hagvöxt og keyrum þetta saman þá fylgni 0,75 sem töluvert mikil fylgni. Það sem við sjáum það áfangastöðum fjölgaði verulega í aðdraganda heimsfaraldurs. Það hefur verið ákveðin stöðunni núna síðustu árin og við sjáum fyrir okkur að við gætum alveg séð fyrir okkur að það sé ekki að fjölga mikið áfangastöðum á næstu örfáum árum. En þegar markaðstækifærið opnast árið 2029-30 þá viljum við svo sannarlega vera tilbúin. Við viljum sjá þessa tölu fara upp með tilheyrandi áhrifum á hagvöxt á Íslandi og arðsemi félagsins. Nú uppbyggingi framöndan, það sem við þurfum að gera núna, við höfum síðustu árin og þá höfum við lagt gríðarlega mikla áherslu á afköst og þetta bara eitthvað sem við ákváðum til dæmis fyrir heimsfaraldur. Við ákváðum þetta, við gerum þetta samráði við okkar flugfélög, það voru allir að vaxa gríðarlega mikið og til þess að við erum ekki flögskuháls þá þurftum við að vaxa til að hratt og við gerum það með fjarstæðum, með rútuakstri
og lögðum bara meira áherslu á það að koma farþegum í gegnum flugstöðuna heldur en að passa upp á þjónustugæði. Og þetta er ekkert nýtt og ekkert eitthvað sem er að koma aftan á okkur. Við bara tókum upplýst ákvörðun að gera þetta og allir sammála að það er gert. Það sem okkar langar þá núna til að gera er að nota tíma núna og bæta úr þessum þjónustugæðum sem að hafa setið svolítið eftir hjá okkur og þá erum við til að byrja með að horfa á gæði hliða. Samkvæmt alþjóðasamtökum flugvalla þá eru gæði brottfararhliða einna mikilvægustu þjónustuþáttum flugvalla. Þetta er sá snertiflötur sem er seinasti snertiflöturinn fyrir farþega sem fara frá flugvöllunum. Þetta er sá staður sem að tengja farþegar, eyða hvað lengstum tíma á flugvöllunum. Þannig að við munum leggja töluverða áherslu á gæði hliða. Hérna er að sýningur raun og veru stöðun eins og hún var 2024. Og þessi gæðaflokkun, hún byggir á því sem að kallast hérna IATA Level of Service Optimum staðall. IATA er alþjóðasamtök flugvalla, þeir eru gefið út svona staðal bara það hvernig hérna, hvers konar hérna þjónustu gæði er til staðar og viðkomandi flugvelli. Þjónustu staðallin sem við höfum valið, hann gerir það að við þurfum að vera með hliðin hérna einhver staðar í kringu það sem að græni dálkurinn segir hver á ákveðin fermetrafjölda, fjölda hérna sætu og annað slíkt. Og í lok árs 2024 þá vorum við með stærsta hlutan af okkar hliðum á rauðu, sem sagt óásættanlegt þegar kemur að því hvernig hérna þjónustugæðin eru. Við tókum í notkun Austurvænginn í mars á síðasta ári. Við erum að fara að opna það sem kallast stæði 10 núna næstu vikum, sem gerir það verkum árið 2026 og þá er staðan gjörbreytt. Að við höfum náð ágætis tökum á því að bæta við hliðum sem eru á grænu eða sem eru bara góð eða ásættanleg. Og svo er ég að fara að segja ykkur núna á næstu glærum frá framkvæmdum sem mun þá koma okkur til 2030, þar sem við erum komið með megnið okkar hliðum á grænastæðin og stóran hluta líka ásættanleg. Og þetta er í raun og veru staðan sem við ætlum að vera komin í 2030 þegar raun og veru þetta markaðstækifæri skila sér til Íslands þegar verður byrjað að fljúga þessum nýju Airbus-vélum til og frá Keflavíkurflugvelli. Nú í flugstöðinni þá þýðir þetta það að við erum til dæmis að auka sveigjanleika í notkun hliða milli Schengen og non-Schengen. Við erum að fara að endurnýja salerniskjarnanir okkar eru bara komnir til ára sinna. Við munum þurfa að taka þá svolítið í gegn á næstu árum. Við erum að fara að auka úrval á afþreyingar og barnasvæðum og svo þegar kemur að innritunarsal, komursal og öryggisleit, þar höfum við ekkert sérstaklega mikil tækifæri til að bæta við fermetrum. Þannig að þar munum við leggja áherslu á það að bæta ferla og þjónustuþætti, bara svona til þess að mæta því sem þeim kröfum sem eru gerðar þar. Nú flugbrautarkerfið, þar erum við að auka skilvirkni og þar er stóra málið að bjóða upp á miðlægt afvísingasvæði. Í dag erum við að afvísa upp í flugstöðuna og það sem við viljum gera það, við viljum koma þessu frá flugstöðunni, en náttúrulega þetta er stórt umhverfismál, en það sem þetta gerir líka að þessi nýju stæði sem við erum að taka í notkun, að við getum ekki verið að afvísa 2 flugvélar hlið við hlið á þeim stæðum, þannig að við erum með, getum nýtt stæðin miklu verið yfir vetrarmánuðina þegar við viljum geta nýtt öll stæðin sem að gera það verkum það dregur úr rútuakstri. Þannig að við höfum til dæmis, sem við sjáum eftir, að við erum til dæmis að forgangsraða fjárfestingu í afvísingapadda eða afvísingasvæði fram fyrir það sem við ætliðum okkur fyrir einhverjum örfáum misserum. Nú þessar 3 stóru framkvæmdir sem eru annars verið í gangi og munu fara í gang á næstu vikum og mánuðum er það að hér er þessi suðurbygging til austur sem við köllum stundum stæði 10. Hér er þessi suðurbygging til vesturs sem var upphaflega byggð sem rútubygging og svo er það ný framkvæmd sem er það fyrsti fasin af tengibyggingunni milli suðurbyggingar og norðurbyggingar sem er upphaflega flugstöðin með Rauðaþakinu. Við byrjum á austurhliðinni að við erum að fara að taka þetta í notkun á næstu vikum. Þetta er framkvæmd sem mun kosta okkur innan við 4 milljarða og þannig erum við að gjörbreyta þjónustugæðunum við þessi hlið sem eru í þessum enda á flugstöðinni. Mér langar að segja ykkur aðeins frá því sem við erum að gera í rútubyggingunni, að þetta snýr ekki bara það að fara að byggja mikið og dýrt. Það snýr líka það að við erum að horfa óbúslega mikið til núverandi innviða og sjá hvað við getum gert til þess að bæta þjónustugæðin á þess að þurfa að kosta miklu til. Þessi framkvæmd mun líklega kosta talsvert innan við 500 milljónir og þannig erum við að taka þau hlið sem eru núna í þessum hluta suðurbyggingarinnar og við erum að umbylta þeim með tiltölulega litlum kostnaði bara með því að breyta hvernig innviðirnir eru innan þeirra byggingar. Og mér varst mikilvægt að koma þess á framfæri að við erum óbúslega mikið að horfa á núverandi innvið og sjá hvernig við getum með tiltölulega litlum tilkostnaði bætt úr þjónustugæðinu þar. Nú tengi byggingin sem er þá
Þar erum við að fjölga hliðum, þar erum við með aðskilin biðsvæði og þar erum við að gera allar þessar hluti sem þarf til þess að bæta þjónustugæðin við hliðin. Og svo kannski okkur erum við að fara í hérna fyrsta fasa, okkur erum við að forgangsraða þessari byggingu fram yfir eitthvað annað. Þannig erum við að ná að bæta gæði hliða til að hratt. Og við erum að fá óbúslega mikið út í þessari byggingu þegar kemur að því að bæta þjónustugæðin og til þess að laga raunverulega þannig litakóða sem við sáum á glærunu áðan. Mér langaði bara til að setja þessa svona upp til þess að sýna ykkur svona, það er ákveðna áskorun að líka að framkvæma á flugvelli. Þessi gangur hérna sem liggur utan með byggingunni, þetta verður tímabundin landgangur sem við þurfum að byggja, þannig að allt farþegaflægið það fer fram hjá framkvæmdasvæðinu sem gerir það verkum að við munum geta byggt upp bæði á öruggari hátt og á hagkvæmari hátt líka. Nú svo eru fjölmörg önnur verkefni sem ég ætla bara rétt að sýna ykkur að þetta er ekki bara þessi 3 verkefni, það þarf að færa landamærin til suðurs. Við erum með hérna 3. hæðina á Austurvæng sem við tókum í notkun árið 2000 í fyrra. Að þar erum við með 3. hæðin sem við þurfum að koma í notkun og hún hendar til dæmis vel fyrir flug til og frá Asíu. Kom inn á endurnýjun salerna og svo erum við endurnýjun flugvendabúnað og svo þurfum við að finna leiðir til þess að bæta þjónustu og ferla í innritunarsal án þess að hafa tækifæri til þess að bæta við mikið af fermetrum þar. Nú afhýsingasvæðið, það er tiltölulega stórt eins og við komin á áðan. Við viljum drífa í að koma þessari framkvæmd í notkun af því að við viljum ekki að annarkvæmt stæði séu lokað í kringu nýbyggingarnar okkar séu lokað vegna afhýsingar af því að afhýsingartíðanbilið okkar er frá nóvember fram í apríl og það er tiltölulega langur tími og akkurat svo tími ársins sem við viljum geta nýtt öllu stæði sem eru upp við flugstöðuna. Þannig að þetta er þessi stóru verkefni sem eru framöndan. Það er þessi tengibygging sem er komin á áðan, fjárfesting upp á 22 milljarða. Gerum ráð fyrir því við erum ekkert gera ráð fyrir því, við erum byrjuð að undirbúa þá framkvæmd og gera ráð fyrir því að henni verið lokið í kringu 2030. Það er afhýsingasvæðið miðlæga. Við erum með það í hönnun og erum að vonast til þess að ná að ljúka þeirri framkvæmd fyrir lok árs 2029. Þetta er framkvæmd upp á 12 milljarða. Hér er önnur framkvæmd sem er enda hvorki þjónustuframkvæmd né afkastaframkvæmd, ekki nema því leytinu til að þarna erum við að stækka farangursflokkunarkerfið okkar. Það er í fullum afköstum og við þurfum bara að stækka það. Við viljum ekki að farangursflokkunarkerfið okkar sinni ekki þeim afköstum sem að þarf til á flugvellinum og þetta er framkvæmd sem að verði lokið fyrir árið 2031 og svo er næsta skref sem ég segi ykkur frá þá þegar eftir einhver ára á aðalfundi vonandi að það er þá stækkun Austurvængs og þá erum við raun og veru að fara í það skref, byrjum að framkvæma það eins og staðin núna teljum við í kringu 2031 að þá erum við komin á þann stað að fara að auka afköst aftur. Þessar framkvæmdir sem eru til 2030 er ekkert að auka afköst, við erum ekki að fjölga hliðum, við erum bara að bæta gæði hliða. Þannig að hérna erum við þá teljum við að við séum komin á þann stað að við þurfum að fara að fjölga að bæta afköstin aftur og talan sem við erum svolítið að horfa til í okkar mótölum er það að við erum að stefna því að komast í 12 milljónum farþega og ef við erum komið þangað þá erum við komin í þá langtíma arðsemi sem við viljum komast í og fyrir þann tíma þá verðum við líka komið með þann fjárhagslega styrk sem þarf til þess að greiða út arð samhliða miklum fjárfestingum. Nokkrar aðra framkvæmdir, þetta er bara svona réttlega að sýna ykkur að þetta er ekki það eina sem við erum að gera aftur og svo líta raun og veru framkvæmdaverkefnin nokkuð svona út til næstu ára. Það er komið töluverið framþungi í þar. Við sjáum á þessum súlum, þessum dökkbrúnum súlum að þetta er afhýsingapaddinn og það sem hann gerir að hann setur svolítið mikið þyngsli í framkvæmdirnar okkar en við teljum að þetta sé gríðarlega mikilvægt bara til þess að við séum reiðum búin til þess að taka við farþegunum sem við sjáum munum koma til okkur til framtíðar, til þess að við getum haldið áfram að byggja flugtengingar, til þess að við getum náð þeirra arðsemi sem að stefnt er til að við getum skilað til hagvaxtar, þar sem við höfum náð að gera til þessa og við förum þá að greiða arð sem fyrst þegar aðstæður myndast til þess. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta, Sveinbjörn. Þú fer nú ekki langt, þú ert að koma hérna aftur upp og ætlar að fjalla liðið 6 á dagskráni, starfsemi og reikningafélagsins. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Nú ætlum ég að rúlla aðeins yfir ársreikning síðasta árs og fara svona aðeins yfir helstu stærðir ársreikningsins.
Ef við horfum á rekstrarreikninginn að þá lækkuðu tekjur samstæðunar milli ára. Það má rekja til þess að við buðum út rekstur fríhafnarinnar sem var árið 2024 í fullin rekstri sem dótturfélag okkar og við buðum það út til þriðja aðila og Heinemann tók við rekstur fríhafnarverslanina í maí. Það hafði áhrif upp á 9,8 milljarða til lækkunar á milli ára. Þannig ef við tökum það til hliðar þá eru tekjur að hækka öðru leyti einhverja 7 milljarða á milli ára. Sem var svo sem alveg í takt við okkar áætlanir fyrir utan það að við urðum fyrir smá áföllum þegar Play hætti starfseminni sinni í september á síðasta ári. Kostnaður við seldraðvara að lækka á sama hátt, þannig fríhöfnin að fara út. Fríhöfnin eina félagið innan samstæðu Isavia sem skilar í þennan litli kostnaður við seldraðvara, þannig að það að lækka á sama hátt að því að fríhöfnin var bara í rekstri út maí. Á sama tíma meðalfjöldi starfa nam 1383 árið 2025 sem þá fækkun 3,5% milli ára, en það má sama hátt rekja til þess að við vorum með á launaskrá samstæðuna starfsfólk fríhafnarinnar sem færðist að stærstum hluta yfir til Heinemann. Rekstra kostnaður jókst 500 milljónir á milli ára. Þessi tala, það má segja að hún sé öll tilkomin vegna þess að þegar Play fellur að þá voru ógreidd notendagjöld og við afskrifuðum í okkar bókum 517 milljónir sem var varúð og niðurfærsla. Við sjálfsögðu erum að sækja þessar tekjur en svona vegna þess að við vildum geta varúður og þá erum við að færa þetta niður rekstrarhaldslega séð og það býr til í raun og veru allan þennan viðbóta kostnað sem var á rekstrarkostnaði. Þannig að allt síðasta ára þá vissum við það að það var farið halla undan fæti hjá einum okkar stórum viðskiptavinum og við vorum allt árið á bremsinu þegar kemur að kostnaði, þegar kemur að ráðningu og annað slíku og það skilaði sér í því að við náðum að halda kostnaðinu nokkuð í skefjum. Sama tíma þá mikil launaskrið, mikil kostnaðarþrýstingur alls staðar hjá okkur. Þannig að það sem að þetta skilar þá eins og stjórnarformaður kom inn á í erindi sínu í upphafi fundar að EBITDA afkoman fyrir afskriftir, fjármagnslíðu og skatt að hún jókst 1,5 milljarð og eða 14% og við erum nokkuð ánægð með það að okkur skyldi hafa tekist að auka afkoman með þessum hætti. Aðstæður á síðasta ári voru að mörguleyti flóknar. Þessar aðstæður fylgja okkur aðeins inn í þetta ár. Við gerum ráð fyrir því að fá 500.000 farþega með Play á þessu ári í okkar plönum á síðasta ári og þeir náttúrulega skilja sér ekki. Það tæplega 7% fækkun farþega milli ára núna. Þannig að það verður ákveðin áskorun að viðhalda afkominni góður á þessu ári. En við erum bjartsýn og erum með okkar áætlunum gerum ráð fyrir því að okkur muni ganga ágætlega að raun og vera að verjast þessari fækkun farþega sem við sjáum fyrir okkur á þessu ári. Afskriftir breytast lítillega. Það breyting á fjármunatekjum vegna lægri meðalstöðu handbærsfjár og svo hækka fjármagnsgjöld aðallega vegna aukinnar skuldsetningar. Gengismunurinn var svolítið sveiflukenndur á milli ára. Við vorum með töluverðan gengishagna á síðast ári vegna langtímalána. Því það krónan var þá sterkari í loka árs heldur en var í byrjun árs. Á þessu ári þá var gengistap upp á tæpan milljarð sem þýðir það að krónan var aðeins veikari. Þessi tala í sjálfu sér sveiflast bara svolítið milli ára eftir í hvernig staðan á krónunni í upphaf og lok hvers árs. Það sem skiptir máli að horfa til er það að ef að krónan veikist þá það gott fyrir reksturinn okkar. Þannig að þegar myndast gengistap þá það ekkert sérstakt ágefni. Efnahagsreikningurinn ræður ágætlega við þessar sveiflur. Þannig að en þetta hefur samt áhrif á heildarafkomuna sem þó að lækka milli ára 1,8 milljarð. En sveiflan sem var á gengismununum upp á 3 milljarðar sem útskýrir þetta að öllu leyti og meira til. Nú ef við horfum á efnahagsreikninginn að þá aukning upp á 7 milljarða í rekstrarfjármununum og þetta að megninu tilkomin vegna fjárfestinga á Keflavíkurflugvelli. Staða handbærsfjár áfram góð, þetta svo staða sem við stefnum að. Þegar við erum að horfa á ásættanlega stöðu handbærsfjár þá erum við bara að horfa til þess hvað stór hlutur rekstrarkostnaði viljum við hafa aðgengilega ný handbærufé. Við þekkjum það bara þegar við fórum inn í heimsfaraldurinn að þá var staða handbærsfjár góð sem að gera það verkum að við komumst með aðeins færri skakkaföllum í gegnum það tímabil. Þannig að við erum mjög leggjum mikla áherslu á það að hafa sterka stöðu handbærsfjár. Plús það að vera það með aðgang að skammtíma lánalínum sem var upp á 6 milljarða í lok síðasta árs. Eignirnar eru þá aukast 7 milljarða. Ef við tökum eigið fé, þar að hækka bara hagnað ársins og en eigið fjár hlutfallið sterkt, það 43,5
4% í lok ársins. Nú skuldamegin á efnahagsreikningnum að þá eru skuldir við lánastofnunar að aukast. Það sem við gerðum á síðast árið það að við höfum verið með í undirbúningi sem sagt að setjast niður með okkar lánveitendum og ræða við þau um lánakvaðir bara til þess að gefa okkur svigrúm til fjárfestinga á komandi árum. Þannig að við höfum á síðasta ári að það fórum út í það að fjármagna okkar uppbyggingu bara með skammtímaskuldum og við höfum verið að vinna í langtíma lánunum okkar og þessu ári að þá munum við sem sagt sækja okkur langtíma fjármögnun og þá greiða niður þessar skammtímaskuldir sem við leituðum í á síðasta ári á meðan við vorum að ljúka þessari vinnu. Þannig að heildarskuldir félagsins jukust 3 milljarða á milli ára. Nú þegar kemur að sjóðstreyminu að þá handbært fé frá rekstri að lækka á milli tíðanbila. En ef við horfum eingöngu til móðurfélagsins sem að fer með rekstri Keflavíkurflugvallar að þá jókst handbært fé móðurfélagsins ríflega milljarð króna á milli ára. Við fjárfestum fyrir 11,5 milljarð á síðast ári, samanborið við 17,5 milljarða á árinu þar á undan. Þetta er eitthvað sem við gerðum bara vísvitandi. Það var við vorum aðeins reyna að fóta okkur þegar við sáum fyrir okkar að það voru komnir ekstra örðuleikar hjá Play og vorum svolítið að velta fyrir okkur hvað áhrif það myndi hafa. Við vorum líka svolítið að fóta okkur í því með hvað hætti þessi ákvörðun Icelandair það að setja sinn fókus á arðsemi en ekki vöxt, hvort að það myndi hafa ykkur áhrif á okkar uppbyggingaáform. En eins og við komum inn á áðan varðandi þær farþegaforsendur sem við erum að vinna með þegar við erum að horfa uppbyggingun okkar, að þá niðurstaðan sú og það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa tækifæri til að horfa í gegnum í raun og veru þessa þoku sem fyrir framan okkur næstu örfáu árin með það markmið að ná að fullnýta þetta markastækifæri sem framundan hjá okkur. Hér svo birtingarmyndin á fjármögnunin okkar í sjóðstreyminu og svo kemur eins og komin á áðan að staða handbærsfjár í lok árs góð og svo höfðum við til viðbótar aðgang að lánalínum og við höfum verið að nota innlenda lánastofnunum svolítið einmitt til þess að hafa aðgang að svona skammtíma lánalínum. Að lokum langum við til að benda ykkur á að í ársreikningnum að þá starfsþátta yfirlit þar sem að kemur fram í raun og veru hvernig afkomu og aðrir þættir að raðast á milli félaga innan samstæðu Isavia. Svona fyrir þau ykkur sem hafa áhuga á að kynna ykkur það. Og þetta var lokaglæran í þessari yfirferð og ég þakka þá kærlega fyrir mig. Þakka Sveinbirni þessa greinagóðu yfirferð. Þá ferum við okkur yfir í lið 7 á dagskránni. Þá lagt til að reikningar ársins 2025 verði samþykktir og tillagan borin upp. Samþykkt, takk fyrir. Þá færum við okkur í lið 8 sem kosning stjórnarformanns og það lagt til að Steinþór Pálsson verði kosinn stjórnarformaður, tillagan borin upp. Tillagan samþykkt, til hamingju Steinþór og með kjörið. Þá förum við í kosningu meðstjórnenda. Tillaga liggur fyrir að eftirtalin verði kosin sem meðstjórnendur. Það Greta María Gretarsdóttir, Hera Grímsdóttir, Marta Jónsdóttir og Ólafur Njáll Sigurðsson og tillagan hér borin upp. Samþykkt, takk fyrir. Þá lagt til að tillagan samþykkt og teljast aðilar rétt kjörnir. Þá lagt til að eftirtalin verði kosin í varastjórn. Það Sigrún Dóra Sævinsdóttir og Bjarni Herrera Þórisson til hann borin upp. Það samþykkt. Þá eru þau öll hér rétt kjörin. Til hamingju með kjörið stjórnarfólk. Þá förum við í kosningu endurskoðanda. Og í samræmi við C-lið 1. málsgreinar 4. greinar laga nr. 46 frá 2016 ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga leggur stjórnin til að ríkisendurskoðun annist endurskoðun reikninga félagsins. Og tillagan hér með borin upp. Tillagan samþykkt, takk fyrir. Ríkisendurskoðun hér kjörin endurskoðandi félagsins. Og þá það tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.
og lagt til að tilnefna Auði Þórisdóttur, löggiltan endurskoðanda til formanns endurskoðunarnefndar og tillagan er borin upp. Tillagan samþykkt. Takk fyrir það. Þá erum við komin að lið 12 í dagskránni, tillaga stjórnar ráðstöfun afkomu félagsins. Stjórnin leggur til að afkoma ársins verði flutt á óráðstafað eigið fé. Tillagan er borin upp. Tillagan samþykkt. Takk fyrir. Þá förum við yfir í ákvörðunum þóknun stjórnarmanna og það er lagt til að þóknun stjórnarmanna verði þannig eftirfarandi frá aðalfundi félagsins 2026. Stjórnarmaður Isavia fái krónur 264.000 á mánuði, stjórnarformaður fái tvöföld laun stjórnarmanns krónur 528.000 á mánuði, varamaður í stjórn Isavia fái 40% af launum stjórnarmanns krónur 105.600 fyrir hvert setin fund, þóknun fyrir setu í undirnefndu stjórnar verði 40% af launum stjórnarmanns krónur 105.600 fyrir hvert setin fund, þóknun formanns endurskoðunarnefndar verði krónur 238.000 á mánuði og stjórnarmenn og nefndarmenn fái endurgreiddan útlagðan ferðakostnað og tillagan hér með borin upp. Takk fyrir, tillagan er samþykkt. Þá förum við í lið 14 á dagskránni og það er ákvörðun þóknun endurskoðanda og lagt til að þóknun endurskoðanda verði samkvæmt reikningi, tillagan er borin upp. Tillagan er samþykkt, takk fyrir. Þá förum við í lið 15. Það er starfskjarastefna fyrir árið 2026. Stjórn Isavia leggur til að núverandi starfskjarastefna félagsins verði samþykkt óbreytt milli ára. Það er samþykkt. Og þá er komið að loka liðnum önnur mál. Óskar hluthafinn eftir að fá að koma á ávarpa fundinn? Já, Gylfi ætlar að fá ávarpa. Já, gjör svo vel Gylfi. Bjóða þér að ávarpa fundinn fyrir 100 ára. Slæðina, opna. Sæl, ágæti aðalfundur. Ég fæ að koma á framfæri nokkrum orðum fyrir hönd fjármála- og efnahagsráðherra. Við þökkum formanni stjórnar fyrir gott ávarp stjórnar og forstjóra fyrir góða kynningu, bæði á ársreikningi og stefnunni og þökkum stjórn og stjórnendum fyrir liðið starfsár og hlökkum til áframhaldandi samstarfs. Til hamingju með endurkjör, við erum mjög ánægð með stjórnina og það birtist í endurkjörinu. Isavia hefur náð miklum árangri við uppbyggingu innviða og fjárfestingar undanfarin ár. Keflavíkurflugvöllur er eitt glæsilegast innviður ríkisins. Þó er enn langur vegur framundan að mati stjórnenda og áform mikla uppbyggingu á næstu árum. Hluthafinn styður framhald uppbyggingar, en vill þó koma á framfæri sínum væntingum og sinni sýn á félagið, sem er það að Isavia sé arðgreiðslu félag. Nú hefur félagið sett sér arðgreiðslustefnu og hluthafinn hefur væntingar fyrir því að henni verði beitt strax á næsta ári. Hlutafé var aukið 19 milljarða á árun 2020 til 2022. Eigandinn hefur mikið bundið fé í Isavia sem ekki verið notað til annarar uppbyggingar. Já, það er auðvitað mikil fjárfestingaþörf, en mikilvægt þó að tímalína fjárfestinga sé með þeim hætti án veiti þetta svigrúm til fjárfestinga, til arðgreiðslna, segi ég. Já, kæra þakkir til allra starfsmanna Isavia fyrir framlag þeirra og takk fyrir þennan góða fund. Þakka Gylfa og ráðherra fyrir þessi orð.
Ég ætla þá að óska eftir heimild fundarins til að fundarstjóri og fundarritari gangi frá fundagerð fundarins. Það er samþykkt. Síðan vildi ég vekja athygli á því að ársskýrsla Isavia er komin inn á heimasíðu félagsins og þar er að finna mikið magn áhugaverðar upplýsinga þá miklu fjölbreyttu starfsemi sem unnin er innan félagsins. Þannig ég hvet fundarmenn til að kynna sér ársskýrsluna. Síðan vildi ég þakka öllum þeim sem hafa komið að undirbúningi fundarins og áður en ég gef nýkjörnum stjórnarformanni Isavia orðið. Gjörðu svo vel, Steinþór. Fundarstjóri, fulltrúar eiganda, aðrir góði gestir. Ég vil nota tækifærið til að þakka fyrir traustið, endurkjörið, bjóða nýjan stjórnarmann, Ólaf Njál Sigurðsson, velkomin til starfa með okkur í stjórninni og hlakka til að vinna með þér og öðru stjórnarmönnum áfram. Ég vil þakka starfsfólki fundarins, fundarstjóra og fundarritara fyrir þeirra hlut hér, þeim sem komu að og segi fundi slítið. Takk fyrir.